Já, góða kvöldi kæru gestir og verið velkomin í aðra umferð af almenna bikarnum Season 2. Já, í kvöld munum við fylgjast með djáknum og draugum keppast á mjög svipuð lið, verða örugglega mjög jafn og spennandi leikur. En fyrsta map sem við ætlum að hoppa inn í er Nepal, sem er control típa af mappi. Draugar henda inn í teleport niður á punkt. Ungfrú Rósa verður því miður skilin eftir og er tekin út og Gungun tekur út Ólaf og Keith. Tekur hann út 2. Drengurinn er hættulegur á Widowmaker. En Kusk nær Master og einnig nær hann Guts. Draugar þurfa að fara að touch a point þar sem að tíminn er orðinn frekar knappur. En það kemur graf frá djáknum sem að stoppa þetta fight bara áður en það byrjar. Djáknar taka fyrsta punkt. Kusk nær Ungfrú Rósu, en Ólaf nær Gungun. Ná draugar eitthvað að komast inn núna þar sem að, já, Ólaf poppar off og nær 3. Það kemur út graf og coalescence frá djáknum, en Gungun nær Ólaf þegar hann notar hæ nún. Djáknar virðast vera með yfirhöndina eins og er og ná pointinu. Sjáum hérna coalescence hjá Umfi og Riptide hjá Guts nær 2. Kusk fellur stuttu eftir það, nær hérna 3k. Ungfrú Rósa tekur mistake og Guts tekur og klárar þetta á bauna. Draugar eru komnir með ulti sín meðan að djáknar eru aðeins með 3. Það kemur út graf frá Master og tærið er tekið út af mistake, en það skiptir lítið þar sem að Ólaf tekur 3. Og er komin upp í 95%, bara 5 sekundur eftir á punktnum. Umfi nær að snerta punktin rétt svo hann fellur fyrir Ólaf. En og er að koma sér inn á Kusk punktina. ná sitt hverju killinu. Ungfrú Rósa hendur í bíl til þess að reyna að halda menn þá inn á punkt. Kusk fellur fyrir Master. Fætin er 4 á móti 2. Þetta er búið. Draugar taka fyrsta map Nepal og 1-0 fyrir þeim þá. Gífurlega vel spilað hjá draugum. Guts nær frísinu á bauna og Ólaf nær honum niður. En Master hins vegar finnur Gungun. Guts nær hetjunni og Ólaf nær Kusk. En já, þetta var bara mjög fínt að takk hjá draugum, voru fljóta að fara hann inn í hótel og náðu bauna svolítið off-guard. En það kemur út graf og það kemur líka út sandberjar frá Ungfrú Rósu. Huge slam hjá Ragnar, nær hérna 3, Umfi mistake og Kusk fætum jafnvel 3 áður að ná öðru punkt. Sjáum hérna hæ nún pluss graf frá draugum, ná Kusk Gungun. Og það er bara teamkill frá draugum. Blokka Umfi og baunin er rétt svo að halda sér inn á punktnum. Það er bara mistake á baunu, mistake fellur. Það er bara baunu eftir. Anti sem kemur frá Keith sem að sigrar fyrir þau punktin. Sem hann að draga frá mistake. Nær engum. Ólaf tekur 2, tekur mistake og Kusk. Draugar ættu þá í rauninni bara flýta sér áfram og reyna að klína bara restina af djáknum. Wow! Risastórt slam og risastórt dreki frá mistake og bauna. Þvílíkt kombo sem kemur frá djáknum. Og Guts með betra skot á Gungun. Ó, við fáum Annað graf frá Master. Fáum Hann er graf frá svaðalega Master. fljótur af því að byggja þessi gröf. Hann er bara með það á endur hútin kúldan. hægri vinstri. En Guts nær að frjósa. Huge deadeye frá Ólaf, tekur út Umfi og hetjuna. Þau eru þá ekki með neina supports í djáknum. Og fætin er hreinlega bara búinn. Og draugar vinna map nummer 2. Svo líka mjög stutt í Nano hjá Keith og graf hjá Master. En Kusk er einhvern veginn bara ekki að láta þau friði og er að taka þau svolítið út. Tekur út Ólaf og Master. Og ressið á bauna. Umfi nær Keith. Flott shatter kemur frá bauna. Guts Antid og Kusk nær honum. Mistake er nanoðir, en
Master hefur með 2 pick. Kemur clean-upið frá draugum og það er teamkill. Ólaf nær samt Loka á að Kusk. Bauna og Mistake, það kemur Hænún frá Ólaf og Blizzard frá Gutst. Þetta virðist vera Gungan bara nær. einn stór atlagan þeirra til að ná punktinum. Það er bara Gungan eftir. Stórt settur frá Ragnari. Og Svona er enda þetta restina betra liðin Nano þó að sem komi- kemur frá Kít. Mér sýnist Kusk er Draugar ætla að taka þennan fight. En Bauni kemur hins vegar með 2 kills. og tekur Shatter, hún nær þá Ungfrú Rósu og Kít. Djáknar bara að bátt við geta orð mín og þar sem þeir eru búnir að vinna fætin og þeir færa sig hægt og rólega inn, tilbúnir í brólið. En Það kemur hérna fljúandi Hænún frá Gungan henni stennar. Greiðlega áhugavert strætt frá djáknum, mjög skemmtilegt samt. Sem hann kemur Nano, Nano og Ragnar Grátar Flux frá Mistake, nær Gust og út Kít. frekar seint. Ná rétt svo að halda sér inni og djáknar ná þá seinni punkt líka á hæggrátinu. Flott Þessi slíp slípur. á Bauna. En Kusk nær hins vegar 2. Hann nær báðum DPS-unum hjá draugum. Það er rosalega hættulegt fyrir drauga að reyna að halda áfram að halda sér lifandi núna það sem við hafa. Djáknar virðast vera að halda sig inn í leiknum. Þetta er orðið gríðarlega spennandi. Nú þurfa djáknar eiginlega bara að flýta sér inn og það sem þeir eru 6 á móti 4 og ætti að vera frekar léttir. 6 á móti 2. Nær Gutst að snerta? Nei. Þetta er stig fyrir Djáknar. Það er Bauna. En Og Gungan með þessi löngu sidelines og tekur út bæði Ólaf og Gutst. greiðlega hættulegur á þessari Vidó. Og hann tekur Kít líka. Nú sjáum við hérna. Draugar Draugar eru að búin að fá minna drega sem tekur 2 hjá draugum. Flottur dreki hjá Kusk. Nær 3. Sem hann Shatter hjá Shatter. Ragnar. Og Ragnar er með 2 picks. Og er eiginlega bara að hlaupa inn í djáknarna, allt þess að stoppa, enga bremsur. 10 sekundar eftir á klukkunni. Og Kusk kom inn í baklínuna, nær Kít með Pulsebomb. Flott Shatter Shatter. frá Bauna. Og þá er þetta push hjá draugum búið. Frá Ólaf, en nær engum. Flott Shatter hjá Bauna. Ná 2. En Gutst nær bæði Umfi og Bauna. Draugar ná að stapla sér frekar vel. Djáknar eru samt með Deadeye og Slam. Sjáum hérna Grátar Flux frá Master, nær 4. Mjög stórt ultimate kemur frá Master en Bauni með svakalega stórt slam á móti. Vel shieldað hjá Master. Tekur lokar alveg á Gungan. Mér sýnist draugar ætla að halda. Nær Gungan. Nano Nano. Gutst. Grátar Flux frá Mistake. Nær Master. Kemur ressið á Gungan. Það virðist vera að djáknar ætli að taka map númer 4. Taka hennar Riato. Gríðarlega vel spilað. Sem að ætti að gefa draugum mikið pláss til þess að hreyfa sig. En Kusk nær 2 með Pulsebomb. Beat frá Ungfrú Rósu og Deadeye frá Ólaf nær hennar Bauna og djáknar drífa sig inn á punktinn í overtime. Hetja nær ressinu á Bauna. Djáknar eru samt ekki alveg hættir og er hann á að taka hann tilbaka. Kusk er með Kusk gríðarlega mikilvægt pick og Kít og Gutst. Ólaf er 1 eftir, ekki með grín. Kúrikinn. Draugar vita eiginlega bara ekki hvað þeir að gera í þessum manni. Sjáum hérna Hammer, sjáum hérna Shatter frá Bauna. Húkarinn er mættur. Ná Bauna. Sjáum hérna Grátar Flux frá Mistake. Og það er bara team swipe hjá djáknum. Ólaf nær Kusk. Spurning hvort það heiti hann Ressi. Sýnst það. Gutst gæti cancelaði en ákveður að fara á Gungan, tekur hann út. Bauni charger samt út Master. Og Kusk með 3 picks. 4. 4K. Hver ætlar að stöðva þennan dreng? Það reyna að stóla. Gutst hendir í EMP stoppar sem eftir ultið frá Gungan. Spurning hvort að draugur sér fara að ná sér upp á strik aftur. Ungfrú Rósa hendir í beat. Mistake hendir í Grátar Flux og er drepinn
í miðju últi og það cancelast. Og Draugar ná draugar punktum. Spurning hvort að draugar ná að snúa borðinu við. Við sjáum að Gravital Flux frá Mistake. kemur flott beat frá Ungfrú Rósu. Draugar komnir í overtime líka. Við komum 99%. Og það er vera sem að þeir ætli að halda punktinum. Sjáum að Primal Ranger og Master ætlar að byrja að lúberja alla í djáknum. Og Bauni með 2 kicks í chargeinu. Bauni með 4 picks í heildina. Þau ná Nú verða touchinu. draugar að ná punktum. Ólaf nær hetjunni. Við sjáum að hellingvoltin frá báðum liðum. Ólaf er með pikki á Mistake og Gun. Og það er bara Baun og Kusk sem er eftir hjá djáknum. Bara Þeir ná Kusk að draugum. Rósa kemur inn með beat til þess að halda sér lengur á lífi og Kusk fær annan dragon yfir í Doomfist og það er komið aftur í overtime. Nú er það bara lið sem vinnur þennan fight vinnur leikinn. Sjáum að Baun er með hrikalegt charge á Gust og Umfi tekur út Kít. Hetjan og Gungan falla hjá djáknum. Þá ná djáknum að punktum aftur og Gust og Kít eru mætt. Þau ná að stóla. Ragnar er kominn. Overtime er aðeins og fljótur að líða út og Ragnar er ekki alveg fljótur að koma sér aftur inn og djáknar vinna. Velkomin Kít, velkomin. Gífurlega vel spilað hjá okkur. Þakkaði fyrir. Hvernig eru þið eftir svona langan og spennandi leik? Við erum góð, sveitt en góð. Við spilum miklu betur en við höfum gert. Ever bara, held ég. Og þetta var, við erum bara mjög jákvæð og góð hvað þetta fór vel. Þó við töpum, þá var þetta samt alveg, það var einhver sigur sko. En hver myndið þú segja að væri svona MVP í óvinna liðinu? Já, sko, hann Krúsk, hvernig sem maður Kúsk. segir nafnið? Kúsk, ekki spurning. Ég vil bara segja takk kærlega fyrir mig og þetta var geggjað. Velkomin Umfi, til hamingju með sigurinn. Gríðarlega vel. Hvernig er stemmarinn í liðinu eftir svona langan og spennandi leik? Ég ætla að segja smá spennufall í liðinu sko. Þetta er svakalegt. Highs and lows í þessum leikjum núna. Já. En eru þið með einhvern sem að þið viljið tilnefna sem MVP hjá draugum? Já, áru eiginlega flestir sammála að Ólaf væri MVP-in. Klikkaði McCree. Bara sjátt á liðið og Nag og alla sem er í mótsjátunni fyrir að halda þetta. Þetta er æðislegt sko. Og hlakka mikið til að mæta Musteri í næstu viku. Við þökkum kærlega fyrir okkur og ég er Hreiðar Páll Hreirim Ársælsson og með mér er Þorsteinn Jón Thorlacius, a.k.a. Steinuris. Takk fyrir okkur.